Góðan daginn, við ætlum að kenna ykkur handstöðu en það er mjög mikilvægt að liðka úlnliðið vel og teygja þá bæði fram og til hliðar í allar áttir, líka aftur á bak og svo er líka sniðugt að henda handarbakinu niður. Svo er gott að gera hreyfiteygjur til að hita upp og liðka aftan á og innanverðum lærum. Hér má sjá góðar æfingar til að styrkja axlirnar fyrir handstöðu. Fyrst hefur maður hendur beinar, svo í I-stöðu og í lokin hefur maður þær í T-stöðu. Síðan erum við hér með nokkrar æfingar sem að styrkja kjarnavöðvana eins og ruggur á hlið, bak og kvið. Einnig er til margar útfærslur á planka sem styrkja kviðinn, eins og til dæmis að vera í armbögustöðu, á olnbogunum eða að færa herðablöðin upp og niður. Bjarnaganga er góð æfing til að fá tilfinningu fyrir því að setja þungan á hendurnar. Byrja á að setja fæturnar á upphækkun og setja hendur niður á gólf. Leggja áherslu á fingur snúi út og setja þyngdina á þá. Beina augun milli handana og fela eyrun. Í L-stöðu eru svipuð áherslu atriði og í fyrra stigi, nema kviðurinn er virtur meira og þarf að koma mjöðmum í beina línu við axlir. Næsta stig er að klifra upp á vegg eða rimla og koma líkamannum í góða stöðu. Prófa skal að sleppa sér aðeins frá veggnum með aðstoð. Svo er að prófa að sparka sér upp á veggnum og prófa aftur að fara aðeins frá honum með aðstoð. Mikilvægt er að hafa kvið og rassvöðva vel spennta. Hér má sjá asnaspörk sem er næsta skref í handstöðu en þá lærir maður að sparka sér upp á opnu svæði. Fingur þurfa að vera glenntir og snúa út og hafa þarf axlarbreidd milli handa. Setja þarf allan þunga á hendur og sparka sér upp. Gott er að byrja að sparka sér lágt og hækka svo spörkin. Varast skal við að vera ekki algjör asni og prjóna yfir sig þegar verið er að gera þessa æfingu. Næst er handstaða á gólfi með móttöku. Leggja skal áherslu á að beina augum milli handa og grípa í jörðina. Svo spenna kvið og rass til að halda líkamsstöðunni góðri.